í byrjun ferilsins og fann maður fyrir ákveðinu svona sektarkennd kannski að vera leyfa sér hluti sem að konan gat ekki, fara út að hlaupa sem að hún elskar eða fara í golf sem hún elskar eða sem kannski svona bara basic hluti sem maður kannski gerir en er erfiðara þegar maður ekki með kraftinn eða þróttinn eða annað slíkt. En svona svo með tímanum þá finnum maður að þetta er mikilvægt fyrir mann sjálfan til þess að díla við allt það sem í gangi. Móðir mín hefur fengið krabbamein og tengdapabbi minn hefur fengið krabbamein, góð vinkona okkar hefur fengið krabbamein og kona mín í dag er með krabbamein. Ég held sko að vera aðstandandi er ótrúlega krefjandi hlutverk en ekki síður bara mikilvægt. Þú ert svona að reyna að gera allt sem þú getur en erfitt að finna kannski réttu hlutina. Einn daginn ertu bara tengiliður við fjölskyldu og vini og koma skilaboðum áleiðis hvernig gengur og hvað í gangi. Annan daginn þarftu bara að vera í þögninni og bara vera koddinn sem er hægt að kúra upp að og vera til staðar. Hinn daginn þarftu að vera svona jákvæða týpan sem getur bara tekið heimilistörfin og leyft þeim sem að gangi gegnum veikindin að vera bara í sínu. Þannig en það er mikilvægt að hlúa að sér og finna það að þú hjálpar ekki mikið ef þú ert sjálfur á vondum stað og þú þarft að reyna að finna einhverja ró og þú þarft líka að leita aðstoðar. Og þar fyrir mig persónulega hefur Krabbameinsfélagið komið mjög sterkt þar inn. Ég hef leitað til ráðgjafa hjá ykkur í spjall og við höfum farið saman við hjónin saman og hitt Lóu sem við köllum bara vinkonu okkar, Anna Lóu. Hún er alveg æðisleg og við höfum farið í spjall til hennar og við höfum fengið að fara í svona jóga nýdra tíma og það hjálpaði okkur bara báðum með ákveðna svona öndun og í kvíða ástandi að slaka á og bara ná að anda og svona ná utanum tilfinningar og annað slíkt. Sko ég hef verið sem ég hef kannski gert mest svona kannski fyrir sjálfan og ég finn fyrir mig sjálfan og ég þarf svona til þess að díla við þetta bara tala opinskátt hlutina og vera ekkert í einhverju feluleik og svoleiðis og leyfa fólki að tala við mig, spurja mikið af fólki náttúrulega aðstandendum svona í kringum okkur, fjölskyldu og vinir sem er líka bara umhugað stöðuna og hvernig gengur og maður bara svona leyfir því fólki að nálgast sig og lætur þau vita að það sé alltaf að spurja og svoleiðis. Þetta hefur kennt manni líka það krabbamein að það er ekki alltaf dauðadómur, alveg klárlega ekki og það er ótrúlega flott starf sem er í gangi á mörgum stöðum sem að gera verkum að það er bara hægt að horfa fram á veginn og sjá að það bara að fara í gegnum þetta verkefni og gefa manni ákveðna von og klárlega bara kennt manni það að vera svona meira í núinu. Þú breytir öllu. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.